og enn húsbyggingar. Af öllum þeim sem staðið hafa í ströngu við byggingaframkvæmdir á árinu hefur engum tekist betur til með fjármögnun framkvæmdarinnar en félaginu 4G í Svarfaðardal fram, sem forgöngu hefur haft endurbyggingu á því gamla og handónýta félagsheimili Höfða. Margir spyrja sig hvaðan peningarnir komi fyrir öllum þessum framkvæmdum, því víst að nýir gluggar, skertir, þök og lagnir fást ekki gefins. Forsvarsmenn eignarhaldsfélagsins 4G eru þögullir sem gröfin þau mál, en nú hefur Þorrablótsnefndin með aðstoð rússnesks tölvuhakkara komist að hinu sanna í málinu. Í rauninni má segja að 4G hafi tekist hið ómögulega að láta framkvæmdirnar kosta sig sjálfar með einfaldri viðskiptafréttu. Lítum á fréttuna í sinni einföldustu útgáfu. Fyrsta þrep. 4G kaupir 2 kassa af byggingarefni og 2 kassa af brauð. Annað þrep. 4G byggir byggingarefninu og drekkur bjóri. 4G selur bjórdósir og kaupir 2 kassa af byggingarefni og 2 kassa af brauð. Fjórða þrep. 4G drekkur bjórinn og byggir úr byggingarnefinu. Fimmta þrep. 4G selur bjórdósir og kaupir 2 kassa af byggingarefni og 3 kassa af brauð. Sjötta þrep. 4G drekkur byggingarefni og byggir brauð. Sjöunda þrep. 4G selur dósir og kaupir 2 kassa af byggingarefni og 4 kassa af brauð. Áttunda þrep. 4G drekkur og bindiefni. Níunda þrep. 4G selur bindiefni og björnum. Tíunda þrep. 4G kaupir enn meira bruggefni og þannig áfram endalaust og allir græða. Skál!